Jæja, Elín mín, nú erum við hérna aftur. Já, þetta er svo góð flensa, komum alltaf aftur. Já, einmitt. Mér finnst eiginlega valla að vera jólum að fá að taka þátt í þessum jólafundi og vera hérna með ykkur. Það er eiginlega að vera svona bara jólahefð, hluta jólaundirbúningnum. En talandi jólahefðir, varstu að baka? Já, ég var að baka. Það fór ekki alveg eins og ég hafði hugsað mér, en það kemur fyrir. Nei, við höfum svo sem könnust öll við að klúra jólabakstrinum. Ég brenni nú yfirleitt bara smákökurnar, ekki hendurnar á mér. Nei, þetta er svona, en nóg mig. Já, nóg þig. Þegar við settust niður og fórum að taka saman hvað það var sem okkur langaði til þess að sýna ykkur í dag, að þá kíktum við á vídeo frá fyrri erindum og við sáum að við varum svolítið að vinna með sömu frasana hérna í upphafi. Já, við kannski bara sjá nokkur brot. Sjá hvernig að gera þetta. Hvernig er þetta? Komið sæl. Ég heiti Elín og með mér er Helen og við ætlum að sýna ykkur nokkrar áhugaverðar nýjungar í NAF 2018. Já, komið sæl. Ég heiti Helen og með mér er Elín. Við ætlum að fara yfir hérna nýjust útgáfuna af NAF sem heitir Business Central. Komið sæl. Ég er Elín og með mér er Helen. Við erum hér með nýjustu útgáfu af NAF, Windows-spilaran fyrir business. Já, komið sæl. Ég er Helen og með mér er Elín. Þetta hefur alltaf virkað. Hefur ekki bara gert það aftur? Hefur ekki bara haldið ykkur við þetta? Já. Á ég að segja það að þú? Þú gerir það góð í. Já, komið sæl. Ég heiti Helen og með mér er Elín. Við ætlum að sýna ykkur nokkrar nýjungar í Business Central. Og hugmyndin okkar í dag var að koma svolítið við í kerfinu, sýna ykkur bæði nýjungar og það sem aðgerðir sem okkur finnst flottar. Já, takk fyrir þetta. Þetta var virkilega vel gert. Takk. En við ætlum að tala um fleira en okkur og ég með nokkrar aðgerðir sem við koma okkur út úr þessu, eða ekki? Ég ætla að reyna að opna þetta. Ég ætla að sýna ykkur nokkrar aðgerðir bara í Business Central. Ég fer til að byrja með allavega svona aðeins úr einu í annað og ég ætla að byrja að fara í sölureikninga. Það er nýjung hérna í sölureikningunum sem ég langar að sýna. Ég ætla að búa mig til sölureikning. Hvað gerði ég nú? Já, ekki. Býðum hérna til sölureikning og það er vörukarfa sem ég langaði að sýna ykkur. Vel atriði, þetta er þegar ég er að selja kannski margar vörur á einn sölureikning til þess að spara mér innslátt og þá þarf ég ekki að slá inn hverja línu og hverja vöru inn í sölureikningin. Heldur ég geti farið í þessa vörukörfu og ég smelli bara á Control og vel þær vörur sem ég er að selja og setja í lagi og ég geti valið bara hversu margar vörur sem að þarf og þess að við fáum bara inn allar línurnar og reikningurinn er þá tilbúin til bókunar. Nú ef það þarf að bakfæra sölureikning þá get ég farið inn í bókaða sölureikninga, fundið þann reikning sem á að bakfæra, eða kreditfæra. Ég finn reikning sem ég ætla að kreditfæra. Þá er ég með aðgerð sem stofna leiðréttan kreditreikning. Ef ég smelli á þá aðgerð, þá býr kerfið til fyrir mig kreditreikning með öllum upplýsingum úr bókaða sölureikningnum. Og hérna er ég með allar línurnar og ég get þá bókað þennan reikning. Og ef ég er með, eða kannski það er verið að skila vörum og ég þarf að bakfæra þennan reikning, einnig er verið að skila vöru af öðrum reikning eða eitthvað svoleiðis, að þá get ég farið í sækja bókaðar fylgiskjalslínur til að bakfæra. Og þá fæ ég allar bókaðar sölulínur á þennan viðskiptamann. Þannig ég get valið úr öðrum reikningum líka, annarkvort eina eða fleiri línur sem á að kreditfæra í leiðinni. Og þá fæ ég þær inn og þá get ég bókað þennan reikning.
og því ég ætla að fara svolítið úr einu í annað. Ég fara hérna á viðskiptamenn næst. Hérna er ein aðgerð sem ég langa að sýna ykkur. Ójafnaðir viðskiptamenn. Sem sagt ef ég er inn í viðskiptamannalistanum, smetla ójafnaðir viðskiptamenn, þá fæ ég lista yfir alla þá viðskiptamenn sem hafa ójafnaðar færslur. Og hérna bara svona þægilegt að vita af og hérna getur verið gott að nota. Inn á viðskiptamönnum er líka hérna skrá greiðslur viðskiptamanna. Og hérna þá er ég bara með viðeigandi viðskiptamann valinn, skrái greiðslur og þetta er á þá við þegar ég er að handbóka inngreiðslu. Þá fæ ég hérna innsett allar viðskiptamannafærslurnar á hann sem hafa eftirstöðvar. Ég vel það bara þá færslu sem er verið að greiða og kemur hann með hérna dagsetningu móttöku. Ég get breytt henni ef ég vil, ef ég var að taka, ef að greiðslan kom í það 10. Og ef þetta er ekki greiðsla á móti öllum reikningnum, þá get ég bara sett upp hennar sem ég var að móttaka og svo myndi ég bara bóka þessa greiðslu og ég geti valið fleiri en eina. Líka ef við varum að taka á móti greiðslum frá fleiri viðskiptamenn, ég er með einhvern lista sem ég er að handbóka inn, þá get ég farið inn í leitina, skráning greiðslna. Hérna fæ ég þá upp lista yfir viðskiptamannafærslur sem hafa eftirstöðvar á alla viðskiptamenn. Og þá get ég bara valið þær færslur sem er verið að handbóka, aftur get ég breytt dagsetningu móttöku og upphæðinni. Og svo myndi ég bara bóka greiðslurnar hérna og það bókast á banka og viðskiptamann. Eitt annað áður en ég hleypi helina, það er hérna undir að opna hérna fjárhagsfærslur. Hérna er ég með fjárhagsfærslu sem hefur verið bókuð á ranga vídd. Þessi hérna er bókuð á deild framleiðsla og nátt að fara á sölu. Þá er ég með aðgerð hérna að breyta víddum. Ég vel bara fjárhagsfærsluna, breyta víddum, þá fæ ég víddina hérna. Þessi átt að fara á sölu. Nú þetta átti kannski að fara á aðra vídd líka. Þá vel ég bara, við getum sett 8 alveg við víddirnar fyrir fjárhagsfærslunar hérna. Þetta var eitthvað hérna sölumæður. Og þá myndi ég síðan vista breytingar og þá vista ég þessar breytingar á víddunum. Ég gæti einnig hakað hérna í að breyta öllum fjárhagsfærslum á sama fylgiskjalsnúmeri bókunardegi, vista breytingar. Þá breytir hún víddum á öllum tengdum færslum líka. Heiland, þú ætlaði að sýna okkur eitthvað snjallt. Já, ég ætla að færa mig hérna aðeins yfir í sérkerfinu okkar og sýna ykkur hvað er nýtt í bankasamskiptakerfinu. Ef við færum okkur þangað þá langum að byrja afstemmingum bankareikninga. Hér er ég með afstemmingu fyrir bankareikninga og mörg eitthvað þekki þessa sýn. Hérna hægra megin er ég með færslur sem hafa verið bókaðir hjá mér og hérna vinstra megin fæ ég inn færslur í bankanum. Ég smelli hérna sjálfvirkjöfnun til að fá inn færslurnar sem ég er búin að lesa inn og þá sjáum við að það gengur allt saman út en þó ekki alveg allt. Það sem er nýtt í þessu er eins og efsta færslan hérna á Væslausnir, hún kemur í 2 greiðslum úr bankanum en hún er bókuð í einu lagi í bókhaldinu. Áður fyrir og í eldri kerfum þá þarf að þjappa þessum færslum hérna saman en núna er nóg fyrir mig að velja þær, handvirkt jafna þeim og kerfið þjappa fyrir mig hérna með góðum árangri. Annað dæmi þetta er færsla hérna á AR eignaumsjón. Hún er bókuð hérna 4.12. og kemur úr bankanum 2 mismunandi daga, 5. og 7. Þá þarf ég bara að íta á Ctrl, Ctrl hérna og velja þær báðar og handvirkt jafna. Þá að samaskapi þjappar kerfi fyrir mig. Nú ef við skoðum hvað er útistandandi, þá hefur allt gengið upp sem er í bókhaldinu hjá mér, bókað á þennan bankareikning. Ég á færslur sem voru komið bankanum sem augljóslega eru óbókaðar og áður fyrir var það þannig að ég þurfti sérstaklega að velja þær hérna, þið sjá að þær eru bara hérna inn á milli. Núna er komið ný aðgerð sem millifæri óafstemt yfir í færslubókina.
Þannig að ef ég smelli hérna þá finnur hún 6 óafstendar færslur og flytur þar fyrir mig í færslubók. Að auki gerir kerfið hérna greinarmun á formerkjunum, hvort er að ræða hérna debet- eða kreditfærslu og kemur þá með mótreikning fyrir mig, viðskiptamann eða lánardrottinn. Hún finnur einnig hver viðskiptamaður eða lánardrottinn út frá einkenni greiðanda í bankanum. Þannig að færslubókin bara tilbúin fyrir mig hérna til bókunar. Í bókalínurnar og smelli hérna á, þá þær komnar bara strax inn í bókhaldið hjá mér, smelli á sjálfvirkjöfnun og afstemmingin gengur upp. Þá ekkert sem ójafnað eða útistandandi núna. Þannig að næsta skref að taka út prófunarskýrslu til að vera viss og svo má bóka afstemminguna. Annað sem nýtt í bankaafstemmingum hérna núna afstemmingar aðferðin sjáanleg, hvernig þessar línur voru stemmdar af. Þetta dagsetningur upphæði hérna það sem ég stemmdi af handvirkt. Við færum mig aftur yfir í hlutverk bankasamskipta, þá ég búin að stilla það af hérna svona eins og ég vil hafa það. Ég með þá gjaldmiðla sem ég hef tínt inn og ég vil fylgjast með genginu. Ég með bankareikninga hérna sem ég hef tínt inn og sé þá raunstöðu bankareikninga inn án þess að fara inn í bankan. Svo hérna margumtalaður kröfupottur sem hérna. Hér erum við að sjá ógreidda greiðsluseðla sem við eigum í bankanum. Við erum með litakóðin hérna og rautt merki að greiðsluseðlinn komið fram yfir eindaga. Það sem ljósgrátt það eru nokkrir dagar í eindaga og það sem svart á eindaga í dag og morgun. Svo ein græn hérna og það segir mér að hún sé í greiðsluferli. Fyrir þá sem að nýta sér það að greiða þess að stofna greiðslu út frá kröfunum hérna, þá í núverandi eða eldra kerfi bara hægt að velja eina í einu. Núna hægt að velja fleiri en eina og stofna greiðslu út frá kröfu. Það þarf ekki að gera þetta mörgu sinnum með að búa til greiðslu hér út frá. Þá þær hérna dökkgrænar og sem gefið til kynna að þessar greiðslur í greiðsluferlinum. Eitt sem nýtt í greiðsluferlinu, það hérna færslan sem var áður, hún hérna undir í vinnslu og hér komin hnappur fyrir innskráningarsíðu banka. Þannig ég get smellt á hann og loka mig inn á fyrirtækjabankan út frá þessari valmynd. Þetta svona það sem hérna nýtt í bankasamskiptakerfinu og mér finnst mjög flott og ég vona að þið getið nýtt þetta. En Elín ætlar að halda áfram og sýna okkur eitthvað meira. Já, ég ætla að fara aðeins í innheimtukerfið. Og þá langar við að tala hérna kröfusamninga. Kröfusamningar alls ekki nýtt í innheimtukerfinu en mögulega svolítið vannýtt. Og við höfum rekið okkur á að bara fólk veit ekki af þessu og svoleiðis. Þetta snýst sér að döma að við erum með reikning og það verið að semja greiðslur og að greiða einhvern reikning í 4 greiðslum með eitthvað svoleiðis. Að þá þetta að gera kröfusamning í innheimtukerfinu þar sem að greiðslum skipt upp og stofnaðar innheimtukröfur fyrir hverju greiðslu sem samið um. Ég ætla að búa hérna til samning. Ég set bara hvaða lýsingu sem ég vil hafa. Og svo vel ég bara inn viðskiptamanninn. Og því næst vel ég færslur og þá ég hérna með alla reikninga og kreditreikninga á þennan viðskiptamann. Og ég vel þann reikning sem verið að semja greiðslur á. Og því næst fer ég í uppskiptingu og hérna ég þá að segja hversu á hvaða gjalddögum þessar greiðslur eiga að vera og hversu langt á milli. Ég segi bara hérna fyrsti gjalddaginn á að vera 15.12. Greiðslur eru 4. Og regla útreiknings kemur alltaf sjálfkrafa sem 1 mánuður. En það hægt að breyta því að maður vill. Svo setjum ég lagi og þá fæ ég hérna uppskiptinguna á gjalddögunum. Það 15. hvers mánaðar hérna næstu 4 skipti. Upphæðin hérna þessi. Og ef það samið að til dæmis hérna í febrúar á að vera 25. eða eitthvað, þá get ég átt við gjalddagana áður en að ég stofna kröfurnar. Ég set upp gjalddagana hérna eða eitthvað sem ég þarf að breyta. Svo staðfesti ég samninginn þegar ég sátt við uppskiptinguna á honum. Og að lokum stofnaði kröfu.
kröfukeyrsla hefur verið stofnuð. Hún stofnar eina kröfukeyrslu fyrir þessar kröfur sem ég að gera fyrir þennan samning. Það með 4 kröfur hérna sem ég sendi svo bara í banka og meðhöndla á venjulegan hátt eins og aðra kröfur í innheimtukerfinu. Og svo þarf að koma greiðsluseðlinum til viðtakanda. Ég get prenta greiðsluseðilinn. Einnig hérna nýjung að senda greiðsluseðilinn í tölvupósti til viðtakanda. Og þriðji möguleikin að senda í rafræna birtingu. Það að senda greiðsluseðilinn undir rafræn skjöl í heimabankan hjá viðskiptamanninum. Ef við förum aðeins inn í kröfulisti, þá erum við hérna með allar kröfur sem ég hef stofnað í innheimtukerfinu. Undir færsluleit er hérna aðgerð sem ég langaði að sýna ykkur. Það eru viðskiptamannafærslur án kröfu. Þetta er hérna, bakka hans hérna aftur, þá er ég með valin hérna viðskiptamannin Navision Ísland. Viðskiptamannafærslur án kröfu, þá er ég með viðskiptamannafærslur sem eru bókaðar af þennan viðskiptamann en hefur aldrei verið stofnuð krafa fyrir. Og þetta hefur oft komið sér vel að kíkja aðeins yfir, sko. Og ég er hérna með því að sjá að það kemur þá sjálfkrafa afmörkun á viðskiptamannin, þetta númer viðskiptamanns. Ef ég tek afmörkunin á viðskiptamannin út, að þá er ég hérna komið með þess lista yfir allar viðskiptamannafærslur sem ekki hefur verið stofnuð krafa fyrir. Og þá bara renni ég yfir hann og þá þarf kannski að taka afstöðu til einhverja reikninga. Ef það á að stofna kröfu fyrir einhverju reikning, þá get ég smellt á hann hérna út úr þessari valmynd. Í aðgerðir er hérna stofna innheimtu kröfu. Þannig að það er hægt að gera það svona og taka aðeins til með einföldum hætti. Hérna. Það er nýjung í launakerfinu sem að margir hafa beðið eftir, en það eru samþykktir. Og núna er hægt að samþykkja launaseðla af áður en að launin eru greidd út. Með því fæst fyrst og fremst meira öryggi í launagreiðslum og við erum ekki lengur að senda viðkvæm gögn í tölvupósti eða prenta út til að fá samþykktir. Þessu er aðgangsstýrt og það er mjög lítið mál að aðgangsstýra þannig að það er enginn að fá aðgang að launakerfinu sem hann á ekki að hafa. Þessu er stýrt með útborgunarhópum og aðgangurinn er svo sérstaklega tengdur notendum. Það er hægt að setja útborgunarhópa á deildir hjá þeim sem eru með til dæmis flóknari uppsetningu og mismunandi samþykkjendur eftir deildum. Ég ætla rétt að renna yfir þetta, en hér er sem sagt sýn launafulltrúans. Hérna er ég með útborgun, opna útborgun, og ég er hérna með 11 launaseðla í vinnslu. Ég sé að hér eru ósamþykktar færslur á öllum launaseðlum. Þegar ég er tilbúið með útborgunina mína, þá sendi ég hann í samþykkt. Þá getur viðkomandi samþykktar logga sig inn í kerfið og byrja að samþykkja seðlana. Samþykktarferli lítur svona út. Ég var með 11 launaseðla áðan, en núna sé ég eingöngu 5 vegna þess að ég hef bara heimild að því að sjá þessa tilteknu aðila. Ef ég opna launaseðilinn hérna með því að yfirfara, þá sé ég launin og launatengdu gjöldin hérna. Héðan get ég svo samþykkt seðilinn og staðan í samþykktarferlinu breytist þá í samþykkt. Og tökum næsta seðil hérna líka, samþykkja hann og svo kolli. Nú ef ég er með einhverja athugasemdir, hörður hérna, sé að það vantar eitthvað á seðilinn hans, yfirvinnu eða not ekki verið yfirvinnu eða það er eitthvað athugavert við hérna, þá get ég hafnað seðlinum og sett hérna inn ástæðu höfnunar. Og ég er ekkert fljót á lyklaborði núna. Vantar yfirvinnutíma eða eitthvað slíkt, hver sem ástæðan er. Svo klárum við bara niður eitthvað lista og samþykkist þá seðla sem að hérna á að samþykkja. Fyrir launafulltrúan þá getur hann fylgst með samþykktunum og hann sér hérna ósamþykktar færslur og svo er hann hérna með eina hafnaða færslu. Það er launaseðillinn hjá Herði og hann fær athugasemd, ástæða höfnunar og vantar yfirvinnutíma. Og þið sjáið einmitt líka hvenær seðill er samþykktur eða hafnaður, klukkan hvað og af hvaða notanda. Þetta var mjög
stutt hraðferð yfir þetta á launakerfinu. En við erum sannlega ekki búin að sýna ykkur allt sem okkur langaði til þess að sýna ykkur, en við fengum bara ekki meira tíma. Þannig að hérna... Eigum við ekki bara enda á að hérna kannski nefna aðeins bara Væs-skólann? Jú. Við erum náttúrulega með fullt af námskeiðum í sérkerfunum okkar og þar eru við Helen til dæmis að kenna á samt fleiri ráðgjöfum. Námskeiðsdagskráin er inn á væs.is. Og námskeiðsdagskráin fyrir voru er komið inn á veginn. Bara takk fyrir okkur. Takk.